rosalega. Allan ég á ennþá eftir að hitta kallaleikmann sem að reyna að finna lækningu í krabbameini og sem, aðstandið bara bestu þakkir, kærlega. En þetta að sjálfsögðu kona sem ég að tala one of the absolute greats, bæði komandi hér úr Keflavík og líka bara sem varnarmaður í gegnum sögunni, Íslandsmeistari með reyndar öðrum liðum, þetta Keflavík, en eitt af stoltum ykkar, þetta sjálfsögðu Björg Ásta Þórðardóttir. Velkomin á svið. Og með henni, fyrir hönd karlaliðsins, markamaskína í orðsins fyllstu merkingu. Maður sem á gullskó og reyndar ekki Íslandsmeistaratitilinn, gullskó og besti leikmaður deildarinnar eins og reyndar annar hérna inni, þeir eru tveir held ég sem að standa örugglega nálægt hvorum öðrum. Einn af dáðustu leikmönnum KA, Fram og Njarðvíkur, Guðmundur Steinarsson. Velkomin. Það held ég. Það var eiginlega skylda, ég veit ekki alveg hvað að spá. Herru, velkomin til leiks. Ég meina sem bara fyrirverandi knattspyrnumenn, þetta svona kvöld, horfa út á völlinn, þó að veðrið sé slæmt, skilur þetta lagast einhvern tímann í örugglega í eina viku í júlí eða eitthvað, að þið vitið alveg hvað krakkarnir fyrir aftan ykkur að hugsa, hvernig þeim líður bara. Þetta að byrja fyrir ykkur. Algjörlega sko, þetta bara, núna spennan að magnast og þær eru væntanlega búin, og þau, öll búin að vera undirbúa sig alveg greiðilega mikið núna bara í haust og vetur og búin að vera, eru búin að vera að bíða eftir að komast á grasið og ég get að límta mér það sé mikið spenna en ég reyndar sko talandi vont veður sko, ég hef alltaf dálæti að renna mér þannig að þetta eiginlega bara besta veðri fyrir mig sko. Fá bara góða sunni, kef, rigningu og rok og svo bara tæklaðar bara upp í hnéð. Algjörlega best. Geðveikt. Tölum aðeins strákana. Það því miður komin aftur í B-deildina en það hafa verið svona undanfarin ár og bara svona fínir tímar þar. Ég veit að þetta á ekki að segja þetta Keflavík en það þarf bara að díla við það sem verkefni fyrir höndum og hafi oft verið bara góðir og brjál stemning í kringu liðið í B-deild. Já, og þótt að það sé svona, eins og segir, það er gaman að sjá það í B-deild en ég held að það sé samt bara fínt að það sé það núna. Það er smá endurnýjun í gangi og spennandi svona leikmenn að koma upp og þá er bara fínt að fá að vera í B-deild, fá samtalið, það eru alvöru lið þarna og fá að gera sín mistök þar og áðans að það sé teknar lífi í mörkum kvöldsins og annað. Við erum kannski aðeins fjarri myndavélunum og þetta sé tæklað bara á æfingasvæðinu og annað. Þannig að ég er spenntur að sjá þetta nokkra blómstra í sumar. Já, það er svona mikið eins og síðast, ungi leikmenn sem að munu automatist fá tækifæri út af deildinni og það gerði ykkur heldur betur gott síðast þegar voru nýri. Það var svona alvöru uppbyggingafasi sem fór í gang þá. Já, og mér finnst vera fleiri núna sem eru svona stundum höfum við kannski verið að horfa ómikið á leikmenn sem við munum selja eins og bara Arnór Ingvar eða Elías og svoleiðis að núna finnst mér vera vonandi seljast einhverjir en mér finnst vera fleiri leikmenn núna sem kannski að fara að skila næstu 8 árum í Keflavík eða álíka, bara ferillinn að vera í Keflavík og þetta eru gaurarnir sem eru að fara að koma okkur upp í efstu deild og gera okkur líklega þar til að verða eitthvað úr tímabilinu þar. Björn, á þinn tíma eins og svo sem núna, liðið eins og Valur og Breiðablik, eftirsótt á þínum tíma og Keflavík hefur verið bæði kalla og kvenna, lið sem að önnur lið sækja rosalega mikið leikmenn í. Það er erfitt hér að halda úti góðu liði til lengri tíma. Þetta hefur verið bara svona útdunguna stöðu fyrir önnur liðinu. Já, ég reyndar alltaf búin mikla virðingu fyrir því hversu margir garðbúar koma einhvern veginn upp sem afburða leikmenn, það er alveg magnað. En já, það er alveg rétt að hér er ótrúlega gott starf og hefur verið mjög lengi og það er einhvern veginn þannig og það hefur reyndar verið bara mjög lengi þannig bara þegar ég var líka að spila að það eru þessi topplið sem sækja í þessi sterkustu leikmenn og það eru þetta líka ákveðin stökkpallur hefur verið í landsliði og svo síðan nú sjáum við það sem eru eitthvað sem ég þekki ekki þegar ég var í fótbolta og kannski bara eitthvað sem orðið mjög
bara algengt núna og stórt og það að fara út í atvinnumennsku og það bara útrúlega spennandi tækifæri sem að maður sér að við erum auðvitað með frábært dæmi héðan Keflavík, alveg bara frábær leikmaður sem að heimsmælikvarða og það bara frábært starf Keflavík að þakka meðal annars, þannig að hér útrúlega magnað starf unnið og frábær aðstaða og ég auðvitað að það auðvitað engin tilviljun að kvennaliðið hérna í efstu deild og hefur staðið sig vel, þannig að og ég bara að deili því með Jonathan að ég vona á og held að þetta lið muni standa sig mjög vel í sumar. Já. Hversu mikið væri það ef þú farið bara í atvinnumennsku að það hefði boðið á þeim tíma? Þú veist, ég veit að því ekkert að svekkja svo, tímandi bara breytast, en ljósi hvað í boði í dag fyrir stelpur, þetta bara síðustu 4 árum, bara svona 7 af 11 stærstu klúbbum í heimi aftur bara mætti með lið og auðvitað alltaf, þú veist, Sara komið svona langt, Sveindís komið svona langt og var að fá spila bara fyrir Glódís í Bayern München. Þú veist, Bayern München þegar þú varst að spila, sko, það var bara eitthvað, þú veist, ég bara Oliver Kahn og einhverju kallar, sko, sem fengi að vera það. Já, ég meina, sko, ég hefði stokkið á þetta bara leið og ég gæti. Þetta auðvitað, og ég kannski, og það sem kannski búið að breytast svo mikið núna frá því að ég var að spila hér og hjá Breiðablik og Val, að sko, draumandi sem strákarnir voru alltaf með, að það þessi stelpurnar eru með í dag. Og það auðvitað bara svo mikið gleði sem fylgir því að geta gefið stelpunum þessar sterku fyrirmyndir. Já, það ekki spurning. Fáðu smá klapp fyrir því, þetta bara stekkur það. Góð fundur. Ef ég segi við, við fyrir aðeins að reyja upp gamla tíma, ef ég segi við 2008, hvaða tilfinningar eru? Þær eru bara fínar, sko. Það heilt yfir. Það eru skrýtnar en þær eru fínar. Heyrðu nefnilega bara rétt á hann að þú væri svona í ákveðnu seni með þetta? Já, þannig að það var, sko, ef maður fór að hugsa að klúður titilnum, en ég það er kona mín hlustar á mig, sko, tuða, Þetta verið rætt nokkru sem með í Ísland? Já, og ég man alltaf eftir í janúar þetta ár, þá spilum við æfingarleiku Val með okkar lið, sem fór þetta langt 2008. Við töpum með Anník og það var 8-1 eða 9-1. Og þá fengum við í andlitið að við þurftum að hafa svona 5-6 leikmenn en ætlum að halda okkur deildinni. 5 mánuðum seinna, þá snýttum við Val hérna í fyrsta leik og komum við þessi 5-1 yfir eftir korter eða eitthvað. Og með sama hóp. Og við fengum líka leikmenn til okkar fengum Patrik Reto og Hans Van Tísen til okkar og Fram þeir, ég held að Fram að borga félagsskiptagjaldið og svo fengum við loftaði á. Með Hans Jú? Já. Borguðu ekki, senduðu ekki með bara milljónir skjáðatösku með honum? Jú, við erum ennþá með peninga. Þeir borguðu milljón á sentimetrinn. 74. Þannig að okkur var spá, held ég heilt yfir í spánu 7. og 7. sæti. Þannig að við horfum á þetta, þá var það fáralega gott tímabil. Og svo líka, þú var að sýna eitthvað undanfarið í sjónvarpinu, leiki frá þessu tímabili. Og þetta er svo sparkir líka í mann, sko. Já, en ég man að Guðmundur við að meti, fyrsti flóttamaðurinn í Keflavík, hann tuðaði yfir okkur allt tímabili og væri mikið ströfðar. Hann var alveg brjálaður og það er ekki gott að hafa heldur styrkjan brjálaðan. Og við vorum alltaf, hvað meinaru? Svo ég að sjá það núna, ég skil hvað hann tala. Við vorum alltaf helst að keyra heimdæmis og knúsa. Við vorum bara frammi. Við vorum ekkert í vörn. Þannig að ég skil ekki hvernig náðum að vinna bara leiki á þessu tímabili. Við vorum ekkert í vörn. Þannig að það svona þegar maður sér þetta og horfir á þetta, þá þetta alveg mjög skemmtilegu tími til að horfa tilbaka. En þetta var djöfulli súrt. Já, ég ætlaði svona ekki að fara halda áfram pínaði með svona lokaleiknum, sko, en það var margt gott í þessu, það er mjög skemmtilegt að horfa á þetta rúlla hérna á Stöð Sport 5.5, sko, en þetta er alltaf trist, sko, og svo var ég bara frétta áðan að uppáhaldsleikmaður minn bara ever í íslensku deildinni, bara by a mile, Símon Samuelsen, nei, ekki það ekki, hvað búið þetta um? Já, hefði hann bara keðjureikti, fljótasti maðurinn í deildinni. Bara í Brensa og Síkó og svo bara mættar út á völl og bara 2 mörk í leik. Já, alveg færingur. Þetta var það þýtti ekkert að eiga við hann annað en að leyfa honum bara að reykja og hafa þetta bara eins og hann vildi hafa þetta, sko. Þannig að hann byrtaði inn í þetta á sínum tíma. Við vorum allir svona
Guðmann spott að fá okkur. Þetta er ekki safran og einhver öðru og svo í dag. Þannig að við fórum aðeins á þessu. Þó maður segja núna bara. En sko þetta samt sko skárra því að ég elst upp í Víkinni og það sem var svona að spila þessast íþróttspiluðu í öðrum bæjarfélögum sem heitir handbolti og svona það sem við köllum þjóðaríðan, ég veit ekki þetta Víkingsliðið mitt sko 94 alltaf að kaupa titilinn, getum Sigga Sveins og í Vík og voru bara með landsliðinni sko og þetta voru algjörn stjörnur í okkar augum. Svo fórum við í hálfleikinu svona út, það var ekki hægt að vera inni í Víkinni í hálfleika þegar voru alltaf bara svona 9700 manns í húsinu sem að tekur svona 400 sko, þannig að þú þurft að fara út hérna á andanum og í hálfleik, þetta er ég ekki ljúga, ég er ekki íkja ekki neitt. Standaði þarna, Bjarki Sig, Siggi Sveins, Reynir markmaður, þetta eru handboltamenn sem er talið, með kók og síkó í hálfleik. Svo mætið við bara inn og skeitir inn, ekkert mál sko. Þannig að safran ámetið, maður spyr sig. Við hörtuð ekki að þessu tíma. Það voru líka allir í þessu. Herru, sumarið framöndan, finnur þú stemningu fyrir boltan, fyrir fótboltanum? Já, bara mikla. Þetta verður veisla og ég held að þetta verði og mjög gaman að sjá upp line-upið á bænaliðinu og ég viðurkenni það þó að því miður og þá þekki það ekki alla og Nóa leikendur að kynnast þér? Já, algjörlega og ég er bara mjög spennt. Ég held að þetta verði frábært, ég sé og þetta er alltaf einhver svona umræð það sko að liðið er ungt og allt þetta sko en kvennaliðið eru bara heilt yfir ung og þannig er það bara og ég held að það hef alltaf verið þannig og ég held að þetta er ég trúi á þessi sterkt lið og það muni gera góð hluti. Spennandi. Gummi Steinars, Björg Ásta, takk hérlega. Ef við gerum smá pásu þegar ekki lega fólkið að fá sér? Já. Herru, tökum okkur örstunda pásu, hellið í einn nýjan síðan og svo ætlum við að heyra í þjálfara karlaliðsins og svo sjálfur Kiddi Guðbrands með smá quiz á eftirinn. Ræsum smá músík og tökum okkur örlítið pásu. Höldum áfram eftir augnablik.
Já, skila afmæliskveðju. Þegar þú ert grænja? Nei, ég líka og sóknandi tíma, það eru komist í 3 skyndisóknir og skoruðu 2 af því. Það eru 2. Við vorum að koma hérna til að gjósa. Ég var í partí í Reykjavík. Þetta var 21. Það var ekki þetta er ásvara skipti við þetta og það er kappinn og við erum við koma. Við fórum það og við erum
Það held ég. Ef að halda aðeins áfram, Já, ég þekki mér að Keflavík að ég vissi að það væri fljótt að fara í skrúfuna, þannig að ég flýtti prógraminu hálftíma, þannig að engar ágjur. Við ætlum að eigum bara að taka þetta stutt viðtal við þjálfarann og svo að fá mjög stutta, snarpa en skemmtilega spurningakeppni fyrir augnablik. En höldum aðeins áfram að tala Keflavík. Svo fannst ég sagt að stelpurnar byrja á mánudaginn, reyndar útvelli gegn Breiðabliki, fyrsti heimaleikurinn gegn Stjörnunni 27. apríl. Minni á QR-kóðan á borðanum til að kaupa áskort, hvort sem það sé venjulegt áskort eða samnir Keflavíkar sem kostar aðeins meira sem fylgir með. Herðu, höldum áfram fyrir að tala um leikjudeild karla og fáum á svið þjálfara karlaliðsins. Hann heitir nýkominn heim, bara eiginlega ennþá sofandi. Haraldur Freyr Guðmundsson, velkominn. Blessaður. Sæll og blessaður. Blessaður. Þú lítur út eins og maður sem var að koma frá útlöndum. Já. En þetta ertu maður sem var að koma frá útlöndum. Hárrétt. Það svoleiðis. Þegar þið voru að lenda bara úr æfingaferðinni. Hvað segir þið? Voru ekki að lenda úr æfingaferðinni? Við lendum bara í nótt. Já, morgun. Segðu fólkinu aðeins frá hvernig var og hvað voruð þið og var gaman? Við vorum í Salún á Spáni. Fórum okkar fyrra líka, þannig að þekkjum svæðið mjög vel. Já. Og ferðin bara mjög góð. Já. Sól og blíða. Smá vindur á og til, en við þekkjum það. Really? Þú ert líka vanur að fara út, mikill útlandakarl. Já, má segja það. Deildin reyndar svolítið langt í blessuðu lengjudeildina. Það er svona gamla landsbankafílingur yfir alltaf yfir lengjudeildinni, byrja í maí. Keflavíkurlið, B-deild, starrendin og bara verkefnið að fara að koma þessu liði aftur upp. En kannski fyrsta spurningin er það algjört og skýrt markmið að fara upp eða á að svona vera rólegir? Já, markmiðin voru áður í kominga eitthvað að fara upp. En ég breytti markmiðunum þegar ég var að labba upp til og sá hvað var margir mættina. Við ætlum að vinna þessa deild. Já! Og ef það koma 50 viðbót, það er með fullu húsi. Þannig að þú veist, hringið við. En þú ert að Gorgriðin sem vel. Annars væri nú ekki að stýra Keflavík, það væri skrítið. Af hverju ertu svona spenntur fyrir þessu liði? Segðu okkur aðeins frá því. Frá liðinu? Já. Þetta er bland af ungum og eftirlagsstrákum, í blandi reynslu. Þannig að við erum bara, ég og Búi og Ómar og allt heimið, erum bara mjög spenntir fyrir sumrinu. Við teljum okkur vera með samkeppnishæft lið til þess að berjast þann uppi og vonandi fara upp deild. Ég held að það ætti að vera hægt. Já. Ertu með svona á pappinum eitt af bestu liðunum eða svona meira bara eins og þið? Er þú svona trú á samsetningunni? Já, ég held að við séum ekkert endilega þannig settir saman eða þannig lið að við eigum að allir eiga að reikna með að við rúlum upp deildinni. En ég held að með bara góðri samkennd og þú veist að strákarnir stilli sig inn á það að við getum gert þetta saman, þá eigum við að geta farið upp deild. Já. Þeir alltaf endaði svo sem ekki vel og byrjaði ekki vel og miðjan var ekkert sérstaklega heldur í fyrra. En þú átt svona að rétta svolítið skútuna og bara aðeins að kenna mönnum að hætta að tapa fótboltaleikjum og bara svona fara að vinna. Þú veist, það er alveg alvöru verkefni. Það er fullt af mýmörg dæmum þess að lið endi tímbil illa og haldi áfram næsta sumar. Já, það er alveg hárrétt. Það er náttúrulega, það er vond hefð að tapa fótboltaleikjum og það kemst oft upp í vana, alveg svo að kemst upp í vana að vinna fótboltaleiki og okkur hefur gengið þokkalega fyrst mér í sumar með að vinna fótboltaleiki. Við vunnið fleiri en við höfum tapað, gert einhverju jafntefli. Þannig að vonandi eru menn að bara svona læra það að vinna fótboltaleiki. Hvernig fótbolta spilar þetta Keflavíkurlið í sumar? Verður blásið til sóknar eða? Við ætlum náttúrulega ekki að taka 2008 á þetta að vera baksók. Á að prófa að verja svona við og við? Klárlega það. Nei, ég held að við erum bara til að sjá, þú veist, lið sem áttur að geta vonandi gert allt. Eða sem sagt, það verður engin ein leið, það frestist svolítið mótherja, en fyrst og fremst að við getum verið þétti fyrir þegar það á við og verið fljótið fram á við ef við vinnum boltan. Það er ekki á að geta verið líka svona smá possession-lið og vonandi eftir að, eða ekki vonandi, væntanlega eftir að mæta nokkrum liðum sem eftir að liggja í skotgrunum hérna á
vellinum á móti okkur og við þurfum að geta búið til einhverja lausnir og fundið færi og svæði þess að sækja. Seinna aðeins áfram, við ætlum aðeins að kynnast strákunum sem ætla að klæðast inn í gullfallegu treyju Keflavíkur í sumar. Fyrsta spurningin hlýtur að vera, ertu með bílið líka? Hvað eru margir í slið? Setja hún ykkur á viðbátur og aftur. Hæ? Við erum nokkuð stór. Það allar að vel manna, ég er eitthvað mjög, sami kamel er í Keflavík. Við erum hættur að fylgjast með fréttunum sko. Við sýnast að vera þannig staðar. Ok, það var orðið svona alvöru glæstar á vonindæmi þarna. Mættur eða ekki sko, svo ég get ekki gert Nacho að segja leigubíl er svona besti misskilningur í sögu mannkyns en alltaf þegar pabbi minn hélt að Nacho hefði skutlað hann með leigubíl á Tenerife sem hann gekk í 1,5 ára hann setti upp skilabóð. Það var mjög gott. Fullt af ungu strákum sem eru að fá. Segðu bara aðeins frá fólkinu, frá nýju strákunum. Já, nýju strákunum? Nýju leikmönnum? Ég hef ekki séð á henni svona alltaf æfingu. Við vorum að fá eitt bara í gær, Rúnar. Þú veist ekki séð meira um mig, Hver eru við fleira þetta nýju? Réttum hönd, nýju. Þetta ekki mestrarauðsveikjandi þessi eitt? Við höfum með líka nokkra nýja gamla, eða gamla nýja. Reyndar. Þekkjum hann frá því fyrra, Gulla, Ásgeir vorum að fá frá Breiðablík. Tveir ungir kópastrákar mættir. Já. Ásgeir Rúnar, hvað svona einn bara verið í augnabliki og svona. Þetta er öðruvísi sæn en það er kannski eitthvað sem að liðið svo Keflavík þurfa að gera, aðeins út fyrir bóksið.
Þú, svara? Viltu segja frá honum og þessi okkar? Ég hafði aldrei síðan spilað og við fengum bara hint það frá Breiðablik að þetta væri leikmann sem við ættum að taka og við sendum ágætan mann að horfa í leik með honum og eftir leikinn þá sagði hann bara go, hann að við ákveðum að senna. Það ekkert alltaf að vera á flóki, sko. En svo líka bara alltaf gott að vita að Rúnari Gissuri í Keflavík. Þetta svona gerist á 4. fresti að bara við líðum betur þegar en ekki, það setur sér vel saman það, sko. Herðu, ég held að séu ekki mikið meira, bara að styttist þetta í mótið, kaupa áskortin, þið ætlaði að vinna þessa deild, það breytist bara í kvöld. Það breytist í kvöld. Það breytist í kvöld, þannig að þið voru vitna því þegar Halli sagði við ætlum að vinna þessa deild. Þannig að við samast öll bara á lokahófinu þegar stelpurnar eru búin að halda sér upp og rúmlega það og Keflavík Karla verið búin að vinna leikjadeildina. Haraldur Freyr Guðmundsson. Herðu, þá bara loka atriðið og það er einn af þeirrum ótrúlegu bikarmeisturum frá 1997. Maðurinn sem eyðir einn af mönnum sem eyðilaði The Double hjá IBF þegar Líf Gunnar Sigurðssonar endaði og breyttist í Gunnar undir sig. Hann vann með frænda mínum sem smiður og bara það var erfitt líf eftir það. En þetta er að sjálfsögðu Kristinn Guðbrandsson sem ætlar að mæta hér á svið með smá spurningakeppni. Kristinn, velkomin! En haldið það ekki aðeins meira alveg að taka hérna. Svo hækkar bóið og gjörðu svo þau. Velkomin. Takk fyrir það. Hvað ætlar að bjóða fólkinu að fá? Það er bara 3 spurningar. Hann Raggi bað mig að setja upp svona einfalda spurningakeppni hérna sögu Keflavíkur. Og það eru áskort í boði fyrir þá sem að svara rétt. Það er ein spurning úr kalla fótboltanum, ein úr kvenna og ein svona sameiginleg. Og hvernig hafa þetta? Já, ég höfum þetta bara þannig að ég lesi upp spurningarnar og svo bara sá sem er tilbúinn að svara, hann réttur upp það eins hratt og hann getur og við spottum þann aðeila. Svona er ekkert endilega vissum að hægri kanturinn sé að fara að gera stóru hluti í þessari keppni. Það er ekki verið að miða þetta í sala, þetta er skrítið að eitthvað við myndum vinna á. Einstaklingar sem eru allir upp í Keflavík, fyrst og fremst, og þá erum við að tala um 3. flokk og upp. Og fyrsta spurningin er: nefnið 5 af leikjahæstu leikmönnum Keflavíkur með íslenska landsliðinu. 5 af 10. Er enginn til í að henda upp hérna? Ekki allir í hendinni. Ok, mennina þannig að fattum við að pæla. Hvað leikmann? Nei. Við erum bara með 10, já, Gunni Odds. Gunni Odds, góður. Að sjálfsögðu, þú mátt ekki mækinn. Hann var bara að nefna 5 af 10 leikjahæstu. Keflvíkingum upplöðsum. Sögum íslensku landsliðsins. Já, það var við að svona Skal maður hekka bók? Já, til dæmis. Er það Raggi Margeis? Já. Þorsteinn Bjarnason? Já. Gísli Torfason? Já. Guðni Kjartansson? Já. Ólafur Júlíusson? Já. Það held ég Gunnar Oddsson. Ekki bara MVP. Það er gott í bóði. Hann tekur á eftir. Nei, hann tekur á eftir. Ég seld hana. Láttu svo Petur bara fá peningi. Maður haldi þessi í húsi. Það var eftir að borga mér. En bara svona fyrir ykkur hinn, þá sem sagt er Arnór Yngvi og Raggi Margeis, Guðni Kjartans, Einar Gunnar, Steini Bjarna, Steini Óla, Óli Júl, Bjarni Sig, Kalli Hermanns og Gísli Torfason. Það er þér. Þetta eru þessi 10 hæstu. Það er alveg Keflavíkings landsliðið, ha? Það er einhverjum að... Sástu markið á Nóra Trausta þetta, eða? Hæ? Sástu markið á Arnóri Trausta þetta, eða? Nei, ég er ekki búinn að sjá það. Mæli með því. Skeytin inn, beint úr auka. Herru, hvað er spurningin? Kitty? Herru, þá er það næsta spurning og það er úr stelpuboltanum og við erum að vinna með landsliðin áfram. Nefnir 4 uppáldar keflvískar stelpur sem hafa spilað með landsliðinu. Aðalar landsliðinu. 4 uppáldar.
Já, Magga. Nei, ekki þú. Bara allir hinnir. Þetta máttu. 4 keflvískar stúlkur sem á leikið við. Ég ætla ekki að kíkja með hann, ég er svona Ég veit um kvillari. Alveg, Olga Hassel, Já. Björg Ásdóttir, Já. Ásdís Þorgilsdóttir Já. og Sveindís Stein. Já. Það er ekki. Þú veit ekki. Ég held að sé bara einu viðbútt, það er Guðný sem spyrir hérna. Held það. Ég er samt ekki alveg viss. Herru, þá var það síðasta spurningin. Ég er ekkert endilega viss að verði rauða fólki sem sækist í að svara þessu. En ég setti saman lista fyrir 2 eða 3 eða 4 árum bræður sem hafa spilað fyrir Keflavík og feðga. Og nú ætla ég að setja upp spurningu. Hvaða systkini alin upp í Keflavík hafa spilað með Keflavík í fótbolta? Hvaða systkini? Er þetta eitt par eða mörg eða? Þetta eru 5 mörg pör. En það er nóg að spegja bara 5. Já, bara 5. Bara 5. En ef enginn nefnir kannski 5 eða 3 þá látum við það bara duga. Þau eru held ég 13 eða 14. Já, þau eru 50 mörg. Birnir, ertu með það? Nei. Og svo fljótur upp með hendina. Einhverjir ættfræðingar í salnum, áskot í boði. Við gætum líka bara lækkað standardinn og farið niður í 3 eða 3 pör, 3 systkini. Strákur og stelpa, er þetta ekki bara systkini? Já, strákur og stelpa, já. Já, strákur og stelpa. Hver? Hver? Ha? 3. Við vorum komin niður í 3. Já, let's go. Ok, það er þessi stemming. Það er þessi stemming. Það er betra að halda ekki á símanum ef við ekki að halda á þetta svindla. Skrifa niður, já. Ok, hann senda á vinn. Ok, hvað er það? Notaði notebook-forritið Google. Nei, hann skrifaði þetta upp. Herru, við byrjum á Arasteini og Yngva. Svo er það Stefán Ljúbisic og Boja Ljúbisic. Hittur þú við? Hvernig ert þú að skilja þessa spurningu? Systkini. Já, þessi stelpa og strákur. Þannig að þetta ekki alltaf treyst á tæknina. Treyst á sjálfan þig. Herru, er einhver hérna sem að treysti sér í þetta? Við vorum komið þetta niður í 3. Ha? Ok, ég ætla að gefa ykkur eitt hint hérna á. Það er hérna... Við vorum að nefna stelpun á það. Landslið stelpu. Já. Ok. Er einhver tilbúin að koma upp og koma með það? Ok. Já, let's go. Kom svo. Guðmi, góðu. Það er að nota svörin sem voru sögð hérna á. Já, ok. Þetta með eitt óvand, ok. Þá óvand að ég veit ekki að þig kannski það. Ég veit það ekki. Við erum með Ingu Lára og Helga. Já. Og Olgu og Óskar. Já. Og Davíð Hallgrímsson og Birgitta Hallgrímsson. Já, ég var með þauðablaði. Náðu að spila bæði fyrir meistaraflokk. Já. Ok. Það er þig! Það er ykkur þetta. Og þú varst að höra. Herru, á ég ekki bara að lesa þessi systkinu upp. Þau eru... Það er Guðrún Einars og Kjarri Einars. Inga Lára og Helgi á. Íris Ástós og Þröstur. Svandís og Gestur Gylfa. Bylgja og Freyr Sverris og Sverrir. Guðlaug Sveins, Eva Sveins og Jón Sveins. Fjóla Þorkels og Palli Þorkels. Marja Jónasar og Hemmi og Garðar Jónasar. Og Guðbjörg Jóns og Gunni Jóns.
Ómar Jóhanns og Anna, systur hans, spilaði hún ekki líka? Getur það ekki passað? Ok. Og það er eitthvað hérna fyrir aftan. Þetta. Og við erum að finna þetta. Og það eru Osmani-systkinin. Og Thelma Dögg Þorvaldsdóttir, hálfsystir Kobba. Ég held að þetta sé komið. Það er ekki með þetta. Þetta er takk fyrir mig. Takk fyrir kærlega. Svolítið svo þess að hlusta á svona random name generator. Herru, bara lokum, það er búið að draga úr seldum áskortum, þannig að þeir sem er ekki búin að kaupa því voru náttúrulega ekki í þessum poti. Aftur QR-kóðarnir selja, treyjur út í horni á Petru, kaupa þær, geggjaðar. En sigurvegarinn í áskortsúrdrættinum hjá Ragga sem fær úttekt inneign í Sport 24 upp á litlar 100.000 krónur er Bryndís Knútsdóttir. Er þetta veikur með þetta bóla? Hann er að tóni, ok. Bryndís? Hæ? Kannski 20 skall bara með það eftir. Áfram fyrir Bryndísi. 100.000? Leifstu tekníkur? Ok. Herru, þá höfum við ekki hérna lengra. Takk hérlega fyrir að taka mót mér í kvöld. Takk hérlega fyrir komuna, gaman að vera með ykkur. Áfram bjór á barnum, spjallega eins hérna boltan. Stelpum og strákarna styttist í mótið og reyna að skemmta ykkur eitthvað svona aðeins fram eftir kvöldið. Formlegri dagskrá er lokið. Takk fyrir mig og takk fyrir ykkur. Þetta var bara flott. Nei,